Ég heiti Jenny Kristín Valberg og ég var í ofbeldissambandi í 13 ár. Þegar ég gekk út úr þessu sambandi, það var á þeim tímapunkti sem ég var orðin það hrædd að ég þorði alls ekki að vera lengur. Ég var náttúrulega hætt að þora að sofna og ég var náttúrulega hætt að þora að snúa baki í hann. Hann var vondur við börnin mín. Hegðun hans einangraði mig frá vinum og ég fór aldrei í rauninni að heiman án þess að vera með börnin mín. Ég þorði ekki að skilja þau eftir. Hann beitti fýlustjórnun, þögnum, ógnunum, augnaráði, líkamlegum tilburðum, skellti hurðum, lét hringla í hnífapörum, barði í veggi, barði í hurðarkarma, keyrði eins og brjálæðingur í umferðinni, mjög ógnandi upp að fólki, upp að hjólreiðafólki og það voru allir fífl. Í upphafi okkar sambands þá var hann ofboðslega yndislegur og mér fannst ég bara ótrúlega heppin að kynnast þessum manni. En það fór mjög fljótlega að bera á svona atvikum sem að ég kannski hefði átt að stoppa við. Það var svona reiði og svona fýla og komu jafnvel þagnir á eftir. Alltaf þegar að ég setti börnin mín í forgang eða var að sinna börnunum mínum þá gat ég átt von á þessari hegðun. Og fékk hana yfirleitt alltaf. Og það var mikil stjórnun að ef að til dæmis barnið fór út úr herbyggi og ætlaði inn á salerni, þá var það að passa sig að slökkva ljósið og í herbygginu áður en færi inn á salernið og svo öfugt þegar kem tilbaka. Og ef það gerði það ekki, það er náttúrulega lítil börn, þá gat hann gat sturlast yfir því. Og það var bara skellt hurðum, það var bara í veggi og það var alveg, hann hellti sér yfir þau. Það mátti ekkert verið í sambandi og þau gátu ekki komið vini sína heim og það mátti ekki vera á hátt sjónvarpið stillt inn hjá þeim og þau áttu helst bara að vera inn í herbyggi. En stjórnunin var 100%. Að þegar maður er einu sinni búinn að sýna hversu megnuður hann er, þótt hann berji þig ekki eða börnin, en hann kannski lemur í veggi og lemur í húsgögn og brýtur skrifborðsstólinn sem barnið situr í, að hann þarf ekki að lemja þig. Hann er með stjórnina. Þegar ég fór þennan örlagaríka dag, þegar við flúðum út úr húsinu, þá fór ég að hugsa að ég var laus. Ég þurfti ekki að fara heim eftir vinnu. Ég þurfti ekki að mæta honum, ég þurfti ekki að tala við hann. Ég held að ég hafi verið í þessu ofbeldissambandi í 13 ár. Fyrsta lagi vegna þess að ég hlustaði ekki á aðvörunarljósin. Það voru rauð ljós sem kviknuðu þarna alveg í byrjun. Lærði að þekka rauðu ljósin. Ég hefði viljað að ég hefði gert það.